Breki, nú er áttalega úrslitin að byrja. Hvernig svona leggst þetta í ykkur eftir skellin á móti Svíum? Já, þetta er náttúrulega bara mjög spennandi að vera komin í áttalega úrslit og já, náttúrulega Svíaleikurinn var ekki eins góður og við vildum hafa hann. Þannig að við erum greinilega með eitthvað til þess að hefna fyrir í næsta leik sem er semst á morgun á móti Portúgalum og ætlum bara að mæta með íslensku geðveikuna í þann leik og ætlum bara að spila þetta með fagmennsku. Og hérna Portúgalarnir náttúrulega, já, eru mjög öflugir, hafa ekki tapað leik á mótinu. Ja, þetta eru mjög öflugt lið, margir leikmenn sem eru að spila bara á mjög háum levelum í portúgölsku deildinni og eru með góða skiptur, góða hornamenn, flotta markmann, þannig að þetta verður definitely challenge á morgun en við erum bara tilbúinir í þetta. Já, og búin að rekað ykkur svona vonbrigðin frá því í gær. Já, það var bara allt skilið eftir í klefanum eftir leikin í gær og það þýðir ekkert að svekkja sig á svona mótum, þetta er bara hausun upp og áfram gakk. Nú er bara svona, eins og sumir segja, nýtt mót að byrja. Já, það er bara hárrétt, ég meina riðillinn er búinn, markmiðið náð þar að komast í áttalega úrslitin og fyrsta markmiðið er bara vinna Portúgalinn á morgun og reyna sem við getum til þess að koma okkur í undanúrslitin eftir milliriðilinn. Það er bara stefnan sett á undanúrslitið eða hvað? Já, ég meina, maður stefnir alltaf hátt og ber höfuðið hátt, þannig að við erum bara mættir hingað til þess að standa okkur vel og ná þeim markmiðum sem við vildum ná fyrir mótið. Ertu svona bærilega sáttur við eigin framistöðu til þessa? Já, bara átti fínan Úkraínuleik þarna og síðan flotta Svíaleik í gær, en auðvitað vill maður alltaf standa sig betur og bæta sig, þannig að það er bara markmið á morgun að mæta með betri framistöðu heldur en í síðustu leikjum. Og þá vörnin að vinna með ykkur? Já, auðvitað, þetta bara snýst allt samvinnu milli varnar og markvörslu, þannig þetta byggist bara svolítið á því.